einkennið og fara í gegnum þessa svona transformation að vera skráður á markað en viðhalda þessum neista, það alveg áskorun og það alveg sem við höfum rætt alveg fram og tilbaka inn í stjórn, hvernig gerum við það út af því að þarna nú aftur, þú mátt ekki láta þennan ramma, ytri ramma stýra þér og þá ertu algjörlega að missa sjónur á boltanum sko. En þá þessi rammi að einhvern veginn að krefja ykkur þá í stjórninni að temja þennan villing sem þú talar Já, þú finnur alveg pressuna, skilurðu, og stundum magga, stundum alveg að bugast yfir þessu sko, en þarna þetta ákveð transformation, þú þarft bara að temja þér ákveðin vinnubrögð, þú þarft að establisera ákveðnum ferlum og gera það vel, síðan bara tekur flugið áfram. Þetta bara eitthvað sem þú þarft að læra. Þetta bara, þú veist, eins og unglingarnir þurfa bara að læra að tannbursta sig og taka til og í herberginu og búa rúmið og síðan bara getur þú fara út í daginn og gera eitthvað skemmtilegt. Þetta svona svolítið svipað. Flott, nóg að gera tannbursta nóga. En Andri, nú eru þið með, þið eru líka, þið eru með gæðakerfi, þið eru með votta gæðakerfi í úttektum og eru að fylgja því öllu saman, en síðan eru þið nú líka nýkomin á markað. Hvernig gengur það? Hefur mikið breyst? Nei, það hefur raun og veru rosalega lítið breyst. Við erum búin að undirbúa þetta ferli í raun og veru mjög lengi. Þetta var í raun og veru vegferð sem við vorum búin að plotta inn fyrir 15 ára síðan. Þannig að við erum búin að skipuleggja fyrirtækið og alla ferla með tilliti til þess að þetta verði vegferðin okkar. Þannig að þetta verður ekki hamlað okkur eða heft með neinum hætti að mínum mati ennþá að minnsta kosti, en þá auðvitað eftir að reyna á þetta og það búið að vara mig náttúrulega sterklega við, bara eftir eitthvað ruglaður að setja fyrirtæki á markað, þetta verður ömurlegt og svo framvegis. Ég ekki að upplifa þetta, en kannski ef að byrja að ganga illa einhver daginn þá auðvitað verður meiri pressa og hún verður sýnilegri og ég skil það, en gagnvart fólkinu og kúltúrnum að þá þetta ekki hamlandi. Við fórum þá leið að við gáfum öllum starfsmönnum hlut í fyrirtækinu. Ég held að það hafi verið bara mjög farsæla ákvörðun. Mér fannst það mikilvægt að samtvinna alla hagsmuni og einhvern veginn að gefa starfsmönnum viðurkenningu fyrir að koma fyrirtækinu á þennan stað. Ég er núna með fyrsta fjárfestafundi minn klukkan 16:30 í dag og hann verður í höfuðstöðunum og líka í streymi. En við bjóðum öllu starfsfólkinu vegna þess að þau eru líka hluthafar og ég vil að þau taki þátt og upplifi, þú veist, hvernig að reka fyrirtækið og hvernig gengur. Þannig að ég ekki að skynja þetta sem einhverja klafa eða hömlur, ég að reyna frekar að nýta þetta þá til þess að bara styrkja fyrirtækið og kúltúrinn og áframhaldandi vöxt vegna þess að það eitt af lykilmarkmiðunum okkar, það að vaxa áfram og það eru samþættir hagsmunir starfsmanna og samfélagsins og hluta. Nú opnar þetta á kröfur upplýsingastreymi, fólk ekki trætt við það, að gefa meira svona út í? Jú, auðvitað og en þú veist, við höfum ekkert að fela við þetta, erum ekki að kannski bera borð alveg og segja nákvæmlega frá hvernig nýja varan sem við ætlum að lonsa í fyrsta fjórðungi næsta árs, hvernig hún lítur út og hvað hann á að gera. Við þurfum þess ekkert. Það ekkert sem að skipta neinu höfuðmáli varðandi aðkoma eða verðmæti á ölgerðinni. Þannig að við þurfum ekkert að fela eitt en eitt. Þetta gera bara frábæra hluti. Nú samfélagsábyrgð. Það nú eitthvað sem hefur verið mjög vaxandi, náttúrulega í okkar heimi, bara mjög skiljanlega og frábært að það sé komið svona á dagskrá alls staðar. Nú hafi bæði ykkar félag verið að gera flotta hluti þar og þið rundi á Veritas nýbúin að gefa út frábæra samfélagsskýrslu sem ég mæli með að allir fari á síðuna hjá þeim og skoði hana, mjög ítarleg og flott. Þar eru þið heldur betur að opna líka á alla þessa umræðu og þessa þætti sem getur verið erfitt en gefandi og hefandi. Hvernig sjáu þið það svolítið fyrir ykkur og hvernig eru þið að takast á því kannski rauntvist að vera þess? Já, þarna aftur við erum í einkaeigu, þannig við erum ekki með, og eiginlega stundum finnst mér að stundum nóg hvað raunlega lítil pressa á fyrirtækjum eins og okkur að gera góða hluti á svona sviði samfélagsmála. Þannig að þetta svona svolítið bara sprottið upp af
áhuga stjórnenda, starfsmanna og eiganda að gera vel og svona í gegnum tíðina hefur svona góðir stjórnarhættir og jafnrétti okkur verið mjög hugleikið þannig að það var auðveldur leikur að taka næstu skref þar og fara með alla okkar hluti út á torg, ef maður segir svo, með að birta samfélagsskýrslu. En umhverfismálin voru svona aðeins, kannski, ég myndi segja að við vorum ekkert frábærlega staðsett þar, vorum ekki byrjað að huga mikið að þessu þegar við svona hófum okkar vegferð fyrir 3 árum. En við tókum bara strax þessa ákvörðun að þetta væri svo mikilvægt að skora sjálfa sig á hólm og þora að stíga fram og bara, þú veist, auðvitað nær maður ekkert öllum markmiðum sínum og þú veist, og ef maður er ofboðslega upptekinn að viðhalda alltaf þessari glansmynd út af við, þú veist, þá á maður alls ekki að gera þetta. En þetta er bara svo mikilvægt að geta sýnt bæði starfsmönnum sínum, umhverfinu og þarna aftur út af því að við erum svona í miklu tengsli við opinbera, við erum fyrirtæki sem við áttum okkur alveg á að við getum alveg mjög auðvitað að fengja spotlightið á okkur og samfélag á að vera gagnrýnið á okkur aðeinslega. Þá er bara gott að bara taka skrefið og undan, líka gagnvart erlendum byrgjum og svo framvegis að sýna og sanna hvað við erum að gera. Þannig að þetta hefur vakið svakalega mikla lukku og verið okkur bara mikill hvati til að gera betur og núna myndi ég segja, ég ætla nú ekki taka svo hrókafullt við orða að við séum með þetta, allt hvað var að jafnréttismálinu og stjórnarhætti og svo framvegis, en við held ég erum alveg með hlutin á góðum stað, en í umhverfismálunum viljum við gera vel og það er stóri fókusinn okkar. En þetta var bara frábært verkefni, mér fannst þetta ofboðslega skemmtilegt að fara í gegnum þessa skýrslu og ákváðum að setja þetta reyndar upp samkvæmt staðli og svo framvegis og við ætlum kannski ekki alveg, við þurfum ekki að fara í vottun eða slíkt, en hver veit hvað það er, en mér finnst þetta bara svo nauðsynlegur hluti af því að vera að taka þátt í samfélaginu og ekki síst er þetta mikið stolt fyrir starfsmenn að geta sýnt og sannað hvað við erum að gera. Styður þetta grósku? Tvímælalaust, út af því að þarna aftur eins og við erum náttúrulega með mikla óperasjón, við erum með 3 vöruhús og mikið af ferlum, það er mikið af umbúðum sem falla til og svo framvegis og bara það að leið og þú setur þetta fram og þú byrjar að mæla þetta og svo framvegis framfarirnar sem hafa orðið í öllum ferlum og nýsköpunin inn í þegar hvernig við tæklum þetta, svo eru við, mér finnst svolítið merkilegt að við segja alveg að segja þetta, eigandi við öll þessi stóru alþjóðlegu fyrirtæki. Það eru við sem erum núna að hringja og pressa og segja, heyrðu, við viljum ekki fá þetta í svona umbúðum, getið ekki samina, getið ekki gert þetta betur og svo framvegis. Maður hélt einhvern veginn að þessi stóru, sterku fyrirtæki væri á bakinu okkur, en þetta hefur eiginlega snúist við, sem svolítið skemmtilegt og við erum bara mjög stolt af því, en svona hefst þetta í heiminum þegar við tökum öll saman, lítil og stór, við getum öll breytt einhverju. Já, aftur frábært. Litla Ísland að stöða út af við í þessum málaflokki sem er náttúrulega okkur öllum kær, sem er mikilvægt. Andri, nú er þetta líka sannarlega á dagskrá hjá ykkur og hluti af ykkar stefnum og þið eru meðal annars að vísa í heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og fleira. Hvernig og notabenni ég sá það líka þegar þú ert að fara til á ráðstefnu einhver fundi og búin að boða til fundar þessi málefni með Ölgerðinni. Hvernig kemur þetta við hjá ykkur og hvað áhrif hefur þetta á gróskuna og nýsköpunina? Já, ég ætla að leggja þetta aðeins út frá kúltúr vegna þess að mér finnst sjálfbærni vera bara stórkostlegt viðskiptatækifæri í þá með út frá 2 öngum. Annars vegar sjálfbærni ekkert annað heldur en zero waste eða bara 0 sóun sem ákveðið viðskiptatækifæri sjálfu sér. Og svo líka hitt að vera fremst í sjálfbærni á Íslandi, að það skapar eftirsóknarverðan vinnustað. Og fyrir mér þetta stærsta áskorun okkar næstu ára, að það er að draga til okkar starfsfólk sem og halda starfsfólkinu hjá okkur. Og sjálfbærni spila svolítið lykilþátt þar. Okkar, metnaður er sá að vera með þeim allra fremstu á Íslandi í sjálfbærni. Við ætlum líka að vera framarlega í stafrænni tækni, við ætlum að stuðla fjölbreytileika og við ætlum áframhaldandi vöxt og allt er þetta gert til þess að draga til okkar hæft starfsfólk vegna þess að þarna verður slagurinn í framtíðinni. Og sjálfbærnin fyllir starfsfólki stolti. Það
sko vill af heilum hug vinna að góðum málum og ég finn það svo sterkt að þetta verður svona samnefnari í kúltúrnum hjá okkur. Þetta hjálpar okkur að vinna að umbótaverkefnum og skapa umbótaverkefni vegna þess að eins og ég sagði þetta bara snýst sóun og við erum að framleiða á hverju einasta ári svona 300-400 umbótaverkefni sem við skráum niður og við erum með mánaðarlega fundi þar sem við veitum verðlaun fyrir besta umbótaverkefni. Oft á tíðum þetta verkefni sem að snúa að umhverfismálum og oft á tíðum þetta verkefni sem þar sem við erum að nýta okkur stafrænatækni til umbóta. Þannig að við erum sannlega að nýta okkur þessa sjálfbærnivegferð til þess að styrkja kúltúrinn og draga til okkur talenta. Frábært. Æðislegt. Heyrðu, þetta búið að vera flott spjall. Við erum því miður runnin út af tíma. Við getum verið að spjalla hérna í allan dag held ég. Frábært að fá okkur í þetta og takk Andri og Hrund fyrir að deila með okkur. Gott fólk, ég vil bjóða ykkur að standa upp í 2-3 mínútur, fá okkur kaffisopa eða frekari veitingar á meðan við gerum okkur tilbúin hérna á sviðinu fyrir næsta fyrirlesara.
Jæja. Næsta á svið býð ég velkomna Berglindi Ósk Bergsdóttur. Berglind tölvunarfræðingur með meistaragráðu í ritlist. Hún starfar sem notendamiðaður textasmiður og hingað komin til að fjalla loddaralíðan eða það sem við mörg þekkjum sem imposter syndrom. Berglind Ósk hefur verið óhrædd við að halda á nýjar brautir og hefur þannig haldið neistanum í lífi og starfi. Nýlega gaf hún út sitt fyrsta smásagnasafn Breytt ástand og stefnir á að hasla sér frekari völl sem rithöfundur. Við skulum bjóða Berglindi velkomna. Góðan daginn, gaman að vera hérna með ykkur. Íti ég bara á já, nú fór ég aðeins svo langt, sko. Já, ég ætla að ræða þess við ykkur. Já, ég var að standa hér, svo við erum ekkert að svona labba út allt. Þannig að tala við ykkur loddaralíðan. Þetta hugtak sem líður þess að líðan að finnast maður ekki nógu klár og ekki nógu fær í því sem maður að gera og óttast stöðugt að það komist upp mann. Og þetta ástand sem sagt varir alveg áfram þrátt fyrir endurtekinn árangur. Mætti kannski fá sér hendur, einhver sem kannast við að hafa upplifað þetta? Yes, einmitt. Og svona til að gleðja ykkur að þá þetta mjög algengt og flest allir hafa upplifað þetta einhvern tímann. Þetta frá henni Lóu Hlín, mjög skemmtilegt. En þetta hugtak var sem sagt kom fyrst upp á 9. áratugnum. Það voru bandarískir sálfræðingar sem voru að rannsaka svona konur sem voru á námiklum árangri í viðskiptalífinu í Bandaríkjunum og það kom einhvern veginn upp þessi samnefnari með þeim öllum að þrátt fyrir sinn árangur að það þjáðust þær af þessum ótta að vera einhvern veginn svona afhjúpaðar að í rauninni vissu þær ekkert alveg hvað þær væru að gera og væri ekki nógu klárar. Þannig að, já, það svo gott líka einhvern veginn að vita að maður sé ekki einn þetta og mér finnst alltaf mjög gott að heyra svona frægt fólk sem hefur náð miklum árangri að það upplifir þetta líka. Og þannig að kannski sýnir manni að þrátt fyrir maður finni fyrir þessari líðan þá þýðir alls ekki að maður sé einhver loddari eða sé eitthvað að feika það. Heldur já, þetta bara eitthvað svona tilfinninga ástand og svona kannski einkennin á loddaralíðan undir niðri kannski oft svona lágt sjálfsálit og svo þessi viðvarandi vantrú á eigin getu eða færni. Fólk sem er loddaralíðan þegar það nær kannski að afreka eitthvað það hugsar það oft sko, þú veist, hver sem hefði getað gert þetta, ég var bara réttum stað á réttum tíma en það er eitthvað svona finnur ekki sjálft fyrir stolti eða yfir eigin árangri. Og fullkomnuna árátta alveg nátengd þessu að það finnast maður aldrei vera nógu góður eða nógu klár nema maður gera eitthvað alveg bara 120% og verið með óraunhæfar væntingar til sjálfsins og þetta upplifa ekki stolt við árangur og þannig heldur óttast kannski árangur oft líka af því að þegar maður nær árangri og afreka eitthvað að þá aukast líkurnar á að maður verði svona afhjúpaður og taka ekki mark á hrósi, ef einhver hrósa manni þá hugsa maður bara þeir eru bara að segja þetta eða viti ekki nógu vel og þannig. Og ég hef verið svona að kafa svolítið djúpt í orsakirnar á þessu og svona sálfræðilega getur það oft verið bara svona uppvöxturinn hjá manni og þú veist ef að börn alast upp til þess bara svona vanrækslu eða ofbeldi og með vanrækslu þá meina ég að bara til dæmis að ef að börn eru bara ekki setta reglur, til dæmis þau eru aldrei skömmuð, aldrei setta reglur, fá bara að gera það sem þau vilja eða þá líka kannski bara eru skömmuð og mjög svona kannski hart uppeldi og fá sér ekki eitthvað svona nándu ástu sem þarf að fylgja því. Og þarna, ég var nýlega búin að lesa bók sem heitir Skömmin eftir, hvað heitir hann? Guðmundur Ísberg, ég man aldrei. Hún fjallar ekki beint loddaralíðan, hún fjallar þetta svona skammarkerfi sem við þróum með okkur sem ég held að sé nátengt loddaralíðan. Af því að það fylgir þessu svo mikið eitthvað svona skömm og hræðsla við einhvern veginn að viðurkenna og maður sé ekki alveg með þetta.
Svo getur líka verið eitthvað svona ofur áhersla á árangur í uppeldi leitt til þess að já, maður fer eitthvað svona fókusar svo mikið á það og svo líka að fá of mikið eða of lítið hrós og þetta samanskapi veldur því að börn bara kunna bara ekki með að leggja mat á eigin árangur og þetta getur alveg fylgt manni áfram og svo líka eitthvað svona að vera sett í eitthvað viss hlutverk eins og þú veist, já þú ert bara geggjað góður í íþróttum og alltaf vera að hvetja það þar eða það myndi svona vera kannski, þú veist, þæga góða stelpan og alltaf vera að leggja áherslu á það og svo þegar fólk kemur út í lífið að þá einhvern veginn á það mjög erfitt með að rífa sig úr þessum hlutverkum. En svo eru líka bara ýmsar svona utanaðkomandi aðstæður sem ýta undir lottaraliðan. Það sýnt sig að námsfólk, bara fólk í námi upplifir þetta mikið, kannski eðlilega þegar maður er akkur í nýjum stað og kannski bara óviss hvað maður á að kunna og hvað ekki. Að vera í minnihlutahóp eykur líkurnar á þessu. Það er alveg svona, ég held að það sýnt sig kannski að konur þjáist, ég veit ekki hvort það þjáist meira af þessu, eða alltaf kannski svona dýpra. Og ég held að sé oft bara af því að konur hafa verið í minnihlutahópi eins og í, þú veist, eins og þegar þessi sálfræðirannsókn var fyrst gerð í einhverju svona stjórnenda viðskiptastöðum. Þannig að það ýtir undir þetta. En kallar þjást engu að síður líka þessu alveg sko. Skapandi störf virðast ýta undir þetta þá kannski að því að fólk er eitthvað svona opinbera sjálft sig svolítið og berskjalda sig. Og svo bara menning á vinnustað líka sem ég ætla að fara aðeins betur í og eftir. Svo er ég með svona bjargráð sem fólk með lottaraliðan leitar í, sem er þess að í rauninni ekki bjargráð, heldur bara eitthvað sem viðheldur þessari líðan. Það er að fresta hlutum, bara einhvern veginn svona ótta við að takast á við þá og svo líka fylgir þeim, þú veist, að maður frestar hlutum og kannski gerir eitthvað á síðustu stundu og ef manni tekst ekki nógu vel, að þá getur maður haft kannski þessa svona ómeðvitaða þessi afsökun að manni gekk ekki nógu vel þegar maður gerir þetta á síðustu stundu, sko. Svo bara yfirvinna, að vinna rosalega mikið af því að fer fólk sko að svona bæta upp fyrir að vera ekki nógu eitthvað svona klárt eða finna stað og þá fer það bara að vinna meira til að svona sýna fram á hvað það sé, hvað það getur og svo verður þetta með svona vítahringur þegar svo ef maður vinnur bara gett mikið, kannski næra að klára eitthvað verkefni því gengur gett vel og þá hugsa maður bara æ, þetta gekk bara svo vel að því ég vann svo mikið, ekki að því að mér gekk svo vel. Og þessu fylgir líka einmitt oft bara svona tregða við að skara fram úr eins og ég sagði áðan að þegar maður er að skara fram úr þá vekur maður meira athygli á sér og er meira hætta að afhjúpast. Og sumir hafa jafnvel eitthvað svona skipt reglulega nám eða starfsvettvang af því að þá einmitt nærði aldrei það langt á hverju sviði að það verða gerðar einhverjar kröfur til þín. Man nær svona að flýja þetta. Svo afleiðingarnar af þessu er náttúrulega bara að þú ert staðina í bara þroska, í bara persónulega og í starfi, kvíði og stress, kulnun og bara jafnvel þunglyndi svona í verstu tilfellum. Já, svo langar mér bara að segja ykkur frá mér, þú veist, af hverju er ég að tala um þetta. Þetta er svona ljóðabók, eða svona ljóð og örsögur sem ég gaf út í fyrra þetta efni. Þessi litli hundur, hann er smá lottari. En já, sem sagt árið, hvað var það, 2015, þá sem sagt var ég búin að vinna sem forritari í nokkur ár og sem sagt lenti í kulnun. Og þá rakst ég fyrst á þetta hugtak, impostor syndrome. Og mér fannst eitthvað svo magnað því ég las þetta, því það var bara eins og að lesa lýsingu á sjálfri mér og hvernig mér var búin að líða undanfarin ár. Og þá fór ég að hugsa tilbaka, ég fer í tölvunarfræði, vissi alveg að það væri fáar stelpur en gerði mér ekki grein fyrir samt hvað þetta var rosalega mikið einhvern veginn sjokk. Við vorum mjög fáar í Háskóla Íslands. Þú veist, við vorum eitthvað 40 sem byrjuðu þá, það var svona, já, miklu færri þá en eru núna. Þú veist, við vorum 5 stelpur og hinar 4 hættu allar eftir fyrstu önnina. Og það var 1 stelpa árun undan mér og engin á þriðja, þú veist, þannig að maður var alveg svona, þannig að strax sem þetta upplifði mig sem svona einhvern minnihlutahóp. Og þú veist, ég hafði ekkert forritað áður og það hefði samt alls ekkert allir gert það. En einmitt eins og þegar maður er með lottaraliðan, þá fer maður svo oft eitthvað að bera sjálfa sig saman við, þú veist, þá sem eru
bestir og hæfileikaríkastir og mest reynsluna sem oft bara mjög raunhæfur samanburður. Og ég bara var þarna bara eitthvað alltaf bara eitthvað, hvað, þú veist, á ég heima hérna, þú veist, má ég vera tölvunarfræðingur? Og þarna, svo komst ég reyndar alveg að því ég fór að kynna strákunum betur og svona fór sjálf að opna með þessum hvað ég var eitthvað, stundum bara vissi ekkert hvað ég var að gera. Að þeim leiði líka bara alveg eins. En ég held að, já, karlmenn eiga kannski oft erfiðara með að opna sig fyrst með það. En það einmitt svo ótrúlega mikilvægt einhvern veginn að geta talað þetta. Svo bjóst ég bara við að þetta myndi nú bara rjáttlast af mér svona á vinnumarkaðinum með meiri reynslu og svona. En svo einhvern veginn gerði það ekki og kannski líka smá aðstæðarnar, sem sagt ég búin að vinna í 2 ár, þá myndi eitthvað svona æxlaðist það að ég var svona einn af fremstu Android-forritunum á landinu, þetta var svona frekar nýtt þá og var svona búin vinna hjá Plain Vanilla sem svona að gera Android app, við gerum þarna quiz-up spurninga-app og þú veist, og formerkin voru bara eitthvað að vera reyndast Android-forritar í Íslandi og samt var ég bara búin að vera að vinna við forritin í 2 ár. En mér fannst þetta bara svo spennandi að ég einhvern veginn gat ekki annað en farið í þetta og þetta var mjög skemmtilegt en ég var alltaf bara ógeðslega hrædd að það myndi komast upp að ég væri ekkert eins klár og þau myndi halda. Og það einmitt alveg var til þess, þú veist, ekki bara, en alveg að ég endaði í kuluna því ég var farin að vinna rosalega mikið, þú veist. Líka reyndar var bara kúltúrinn á vinnustaðinni þannig að það þótti bara mjög flott að vera að vinna mikið. En þá var það líka mjög auðvelt að því ég einhvern veginn svona vildi nú sýna hvað ég væri flott og klár en svo endaði það bara einmitt illa. Svo bara svona eiginlega, já, svo hélt ég hana fyrirlestur af því að mér langaði bara að deila sem fólki og beðin halda einhvern fyrirlestur akkurat svona JavaScript lítilli tækniráðstefnu og þá var ég bara svona nýbyrjuð að forrita því forritunamáli og fannst ég ekki að mikið máli að leggja þar en ákvað að tala þetta og það bara einhvern veginn sló svona heldur betur í gegn og bara fólk einhvern veginn hafði þá ekki heyrt þetta og ég fekk bara einhver geggjur viðbrögð og eftir það hef ég verið að tala þetta áfram. Og svo þetta svo fyndið með þetta, ég man ég var búin að halda þessa fyrirlestra og var bara eftir eitthvað nokkra mánuði bara, já nú ég bara með þetta, þú veist, ég búin að komast yfir lottaraliðan og þá byrjaði hann þetta svona skríða aftur að mér og þá fattaði ég að ég var komin í nýja vinnu og var búin að vera að vinna í nýju teimi, var að læra nýtt forritunarmál og var búin að vera í eitthvað 4 mánuði og þú veist, var ekki búin að fá neina endurgjöf á hvernig ég var að standa mig. Og það einmitt svona eitt af því sem ég hef verið að tala að þú veist, það svo mikilvægt að fá endurgjöf og þá einmitt fór ég að baða hana og þá einmitt leið mér einhvern veginn strax betur af því þá svona vissi ég hver ég stóð. Já, og þannig að næst ætla ég að tala bara svona, já, hvernig maður sigrast á þessari lottaraliðan. Sko bara fyrsta skrefið að bara vita maður sé ekki einn hana einmitt, að kynna sér þetta hugtak og fatta það alveg bara mjög stórt. Svo bara rosalega gott að svona bara skoða aðeins bakgrunn sinn, þú veist, af hverju, þú veist, getur maður séð einhver ástæða fyrir, þú veist, af hverju manni líður svona, þetta eitthvað úr æskunni eða uppvöxtunum og aðeins kannski svona oft maður að tengja eitthvað tilbaka og svo bara að segja hvernig manni líður, bara það sem við heldur mest lottaraliðinni að vera einn með hana og ekki tala hana. Já, ok, ég var eftir að segja ógeðslega mikið. Já, og bara að þóra að biðja hjálp, bara í aðstæðanum og ég myndi bara, þú veist, mæla með að fyrst kannski vill maður bara tala við eitthvað svona nákominn og svo getur maður kannski byrjað að tala við fólk í vinnunni og þannig. Og já, ég ætlaði bara að tala vinnukúltúrinn örstutt. Af því það alveg eitt einhvern veginn að vinna í sjálfu sér og vera ekki flottur en ef maður kemur svo að vinnustað það sem einhvern veginn ekkert, þú veist, stemming fyrir því að fólk sé eitthvað að opna sig og þá getur það bara verið rosalega erfitt þannig að mér finnst alveg bara ótrúlega mikilvægt að hafa góða menningu á vinnustað og byggja upp traust í teimum og það var alveg sýnt sig í mörgum rannsóknum að bara að þegar ríkir traust í teimi, þú veist, ekki bara það að fólki líði vel, heldur bara þá afkastast teimið líka bara mjög vel. Eða best, já. Þetta ein bók sem er mjög góð, 5 Dysfunctions of a Team og það einmitt bara ef það ekki traust í teiminu og þá bara svona
bara triklar það niður og endar í því að fólk getur ekki unnið saman og útkoman verður ekki góð. Google gerði líka rannsóknir sér í einhverjum 100 teymum, þau vildu bara reyna að finna út í hvað gerði bestu teymin og þau bara fundu út að það sem skipti mestu máli, þú veist, það var ekki samsetningin á teymunum eða hvaðan fólk kom eða hvað, heldur var að það ríkti svona sálfræðilegt öryggi, svona psychological safety, að fólki gat einhvern veginn treyst hvort öðru. Endurgjöf mjög mikilvæg eins og ég sagði og svo bara svona hvers konar samstilling, þú veist, ég kom út úr hugbúnaðargeiranum og þar til dæmis oft svona daglegir fundir, bara það sem farið yfir, þú veist, hvað búið að gera, hvað að gera í dag og þú veist, vantar hjálp að gera eitthvað og það svo gott að það sé eitthvað bara svona upp á borðum, að það sé í lagi að biðja hjálp og tala saman. Svo hef ég líka verið nokkur vinnustöð þar sem við oft svona check-in eða svona Friday feelings þar sem teymi hittist einu sinni í viku eða mánuði og talar hvernig þið líður og hvort maður sé glaður, reiður, leiður eða hræddur við eitthvað. Og þetta fólki alveg frjálst að, þú veist, opna sig eins mikið, þú veist, persónulega það vill, en það getur oft verið gott, sko, bara, þú veist, ef ég var að missa ömmu mína og það kannski ástæðan fyrir að ég bara búin að vera svona leið undanfarna viku, en kannski vinnufélagi minn hélt að hann hefði gert eitthvað vitlaust og ég væri pirruð út í hann af því að, þú veist, við vitum ekki betur, það getur oft opnað á alls konar svona og bara maður kynnist fólki og myndast traust. Að gera svona vinnusamning í teymi getur líka verið gott. Þetta er dæmi vinnusamning sem við gerðum í teymi þegar ég var að vinna hjá Kolibri og það er bara svo gott að vera búin að ræða bara svona praktískar bara reglur í bara daglegu lífi, bara hvernig fólk vill vinna saman eins og við hafa opin samskipti og biðja hjálp og af því að, þú veist, ef það er ekki búið að ræða þetta sé í lagi og þá kannski fælist fólk oft frá því. Já, ég var svolítið líka bara að komast að því eins og ég segi, bara eins og með alla tilfinningar, þú veist, það er bara allt í lagi að upplifa lotteralíðan, þú veist, það er bara eðlilegt, en svo er bara spurningin, þú veist, hvernig maður dílar við hana. Og þetta kemur upp og ég alveg bara upplifa held ég nákvæmlega þetta líka eins og þessi XKCD-komik að vera með lotteralíðan yfir að vera að tala lotteralíðan. En já, þú veist, en ég bara eins og í dag þá veit ég bara, þú veist, að oft þegar ég er í einhverjum nýjum aðstæðum þar sem ég, þú veist, er að læra eitthvað nýtt, þá bara fæ ég þessa tilfinningu og í dag get ég verið svolítið bara svona, já, bara halló lotteralíðan, gaman að sjá þig, bjóstu við þér og þú veist, svo bara fer hún, þú veist, og hún er ekkert, þú veist, þýðir ekkert meira en bara það að ég er í nýjum aðstæðum. Þannig að bara svona örsnögt í lokin, bara taka saman, bara, þú veist, ekki fela þig eða líðanina, bara talað þetta, verið opin, verið óhrætt við að berskjalda ykkur, ekki taka þessar tilfinningar of hátíðlega og bara reyna að vera stolt af því sem við gerum, af því það líka bara eykur sjálfstraustið og eykur líkurnar að þessi lotteralíðan taki völdin. Takk. Þá er komið að honum Matta Ósvald Stefánssoni, heilsufræðingi og atvinnumarkþjálfa. Matti segist spjalla við vini sína sem eru jafn spenntir fyrir lífinu og tækifæri þess og hann sjálfur til að fá hugmyndir og styðja við eigin grósku. Og til að örva sköpunargleðina þá dansa við góða reggaetónlist eða stingir sér í ískaldan foss eða stöðuvatn sem kveikir líka vel á kerfinu. Matti ætlar að fjalla mannlega þáttinn, hugarfar og persónulegan vöxt. Matti, vertu hjartalega velkominn. Góðan daginn. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér. Virkilega gaman að vera komin til að vera með fólki sem er að einbeita sér að vexti og grósku. Og takk Berglind, fórum og salum fyrir að
fyrir þetta góða erindi. Mér langar að byrja að spyrja ykkur, einhver annar hérna inni sem einhvern tímann upplifa loddaralíðan? Heyrið í mér þó ég sé svona? Á ég vera hérna? Fyrir streymi. Já, ok. Einhver annar hérna inni sem einhvern tímann upplifa loddaralíðan? Akkurat. Það er búin að setja svona mannlega tóninn. Hérna, mig langar aðeins að fókusa, það er búin að tala mikið menningu í dag og alls konar. Hérna, menningu, traust, fullt af hlutum. Ég heyri svona nokkru hluti sem ég að fara að tala Menning er rosalega mikilvæg í fyrirtækjum og getur verið bara jákvæð fyrir fólk eða neikvæð eins og Berglind kom inn á. Og mér fannst eiginlega bara, ég mun að byrja því svo ég gleymi ekki, það er ótrúlegt að heyra andra segja henni í morgun að þeir hafi gefið fólki hlutabréf í fyrirtækinu. Mér er alveg magnað, vegna þess að nú mikið talað helgun eða ekki, að fá fólk með. Til betri leið til en að gefa þeim hlutabréf og bara vilja vera með og taka þátt og tilheyra og vera í tilganum. Þannig frábært og hlutalaðan traust og við komum að þessu. 4 stoðir, það sem ég ætla að gera er að tala svolítið manneskjuna, fara hingað út af því að þegar við erum að eiga við grósku eða vöxt þá þurfum við að kunna þessa manneski það ekki. Jú. Akkurat. Og það er það sem ég ætla svolítið að fjalla Ég laðist yfir þetta svolítið og hugsaði hvað þarf maður að hafa, hvað þarf maður að fókusera á til þess að stuðla sínum eigin vexti. Því við erum alltaf að eiga við okkur. Ef við funkurum ekki vel, ekki sammála því, þá gengur hitt ekki upp. Ekki? Akkurat. Það er svo það sem ég ætla að setja upp. Það sem ég ætla að skoða er sjálfstraust og hvernig það kemur inn í að þetta fyrirbæri að vaxa, streituna, orðið kulnun hefur komið upp og kannski byrjaði að taka það fram að þeir sem flestir sem koma til mín sem að lenda í kulnun í markþjálfun og stofuna, þeim finnst alveg rosalega gaman í vinnunni. Þeim finnst eiginlega of gaman í vinnunni, þannig að þeir segja aldrei nei og þeir keyra sig út. Það er ágætt að muna það. Þetta er ekki fólki sem finnst leiðilegt í vinnunni. Ástandið, það er svolítið tengt þessu að kunna á sjálfan sig. Þeir töluðum, Andri sagði líka í morgun með jákvæða stemmingu. Þannig sem komið í partí að koma inn í fyrirtækið. Þetta hefur áhrifið þegar ekki allt sem við gerum. Þannig að koma þess að því og svo framtíðarsýnin. Af hverju skiptir hún máli í sambandi við vöxt eða grósku? Skiptir hún máli? Þetta er sýnin, þetta er misstatement, þetta er hvert erum við að fara. Þetta er eins og Gísli sagði í morgun, þetta er ástæðan fyrir við förum að fætur, eða ekki? Við stökkum fram á morgnana og lemjum á vekjarklukkunni og segjum loksins, ekki? Það er ekki allir hérna sem gera það í morgun. Þannig að, ég ætla aðeins að byrja á sjálfstrausti og það eru svona kannski 2 hluti sem ég langar að skilja ykkur eftir með sjálfstraust. Ég er mikið að vinna með fólki að efla sjálfstraust og með fyrirlestra og ýmislegt, einstaklinga og líka í svona teimum. Og sjálfstraust er misskilið fyrirbæri. Ég langar að svona aðeins að einfalda það og sýna ykkur hvaðan kemur. Hvað það er, hvaðan það kemur og af hverju er það mikilvægt. Getur ekki breytt svolítið miklu en við höfum mikið sjálfstraust. Ég sammála því. Þannig að það er ágætt að vita hvað þetta er, hvaðan það kemur og hvernig við getum ræktað þetta. Sjáðu þetta tré hérna. Ef að sjálfstraust væri risastórt og flott tré, sterkast stofn, en væri ekki með neina rót, ef við tækjum rótin í burtu, myndi það ekki detta við fyrsta vind. Sammála því. Það færi bara á hliðina og því stærra sem það væri, því fyrr færi það á hliðina ekki. Og ég fengi fólk með mjög mikið sjálfstraust en rosa viðkvæmt, skiljiði, sem er ekki með rótina. Þannig að ef við setjum ef að rót á trjám, sem er sjálfsvirðingin, þá haggast það ekki. Það getur bulið á því úr öllum áttum og við vitum það erum að fara á eftir sín, framtíðarsýn, stefna á spennandi markmið og þá lendum við alls konar hlutum á leiðinni, ekki? Ef að við erum með sjálfsvirðingu, að þá, eins og ég segi, stendur að sterk, þá þurfum við að vita hvað sjálfsvirðing er. Sjálfsvirðing, já hvernig veit maður þetta? Er einhver með svara við því? Hvernig veistu ef þú ert með mjög mikla sjálfsvirðingu? Bara einu. Það er þegar maður, hvað er það? Já, þá er maður ekki að velta fyrir sig hvað hinir er að gera. Þetta er ekki egósmi eða tillitsleysi, það er annar fyrirlestur. En
þetta í rauninni bara einfallega það að þú spyrði hvað þú vilt, hvað þú þarft, hvað langar ekki, þú setur mörk og bara passar upp á þessi hérna mannesku. Þú sést að hlustar betur á þig, sjáðu hvernig það virkar. Ég spyr mig hvað ég vil eða þarf, eða langar ekki og ég virði svarið. Þess vegna get ég treyst mér fyrir mér. Sjáðu hvernig það virkar saman. Ég spyr mig hvað ég vil, engin afsláttur á svarinu og þess vegna get ég treyst mér. Ef ég treysti mér ekki, þá það líklega vegna þess að ég hef ekki hlustað á sjálfa mig á lengi. Og þarna byrjar það að falla og ég fengi fólk frá efstu stigum í embættiskerfi Íslands sem að eitt mesta sjálfstöð sem ég hef upplifað í manneskjum. Sem að hætta að hlusta sig út af einhverjum yfirmanni eða menningu eða einhverjum skrampunum sem gerist og þau byrjuðu bara að hætta að sofa á nóttin út af kvíða. Rosalega öflugt fólk. Og ég sagði bara, þetta gerist alls staðar. Þannig að þú þarft að passa upp á þig. Einhver þetta inni sem einhvern veginn brotið samkommulega við sjálfa sig. Hvað gerist ef við gerum það? Og þetta gerist oft ef við föttum ekki og þannig erum við að brjóta okkur niður. Dæmi, ég held ég hef sett hérna og ég verð að, einhvern veginn sem hefur sagt til sjálfan sig, ég verð að fara í ræktina, en ekki farið. Verð að fara að taka til í geymslunni, fer ekki, gera ekki. Mér langar svo þetta, gera ekki. Þá erum við að höggva í rótina. Ég hlusta ekki á mig. Núna finn ég þetta, virði það ekki. Ég ætla að gera þetta út af þannig fyrir eitthvað reiður. Einhvers konar meðvirkni og svoleiðis. Það líka annar félagstur. Þannig að í botnlínuna á sjálfstrausti þú spyrir þig, þú treystir þér og þetta ekki eins og ég segi, það sumir sem eru hræddir við að hafa of mikið sjálfstraust. Hægt að hafa of mikið sjálfstraust? Nei, það kallað egoismi eða það kallað tillitsleysi, það ekki sjálfstraust. Sjálfstraust bara, já, ég spyr mig og ég virði svarið og Abraham Maslow rannsakaði mikið, hann kom með svona flotta skilgreiningu, hann sagði þetta fólk sem sjálfstætt frá því að þurfa gott álit frá öðrum. Það ekki að leita eftir viðurkenningunni, brosinu, samþykkinu, venst að færa hér. Það alveg rólegt. Og bara svona til að orða þetta einhvern veginn, hvað raunverulegt heilbrigt og sterkt sjálfstraust og af hverju það mikilvægt, að þá þetta hérna svarið. Vissan og yfirvön að þú yfirgefur ekki sjálfan þig undir nokkurn kringumstæðum fyrir neitt að neitt. Og hversu mikilvægt að hafa þetta í vegferð, ef við leggur á stað og ætlar að gera eitthvað rosalega spennandi, þá þarftu að ná þessu, eða ekki? En það gott að hafa þetta í liði. Sem sagt, ég treysti mér fyrir mér, engin afsláttur. Það sjálfstraust, ekki? Ég ekki sálfræðingur, en þetta í grunninn þetta þannig að það segjum að sé lítil Salóme inn í henni, það lítil Andri inn í andra, þetta í okkur öllum. Þetta eins og að verja þessa litlu manneski sem eru hræddstundum. Ekki? Það ekki bara að gefa engan afslátt. Þessi partar með má leika sér og vera skapandi, þeir töluðu sköpun og vera í góðum stað. Og þetta okkar að gera, þess vegna heitir þetta sjálfstraust. Þetta heitir ekki annarra traust. Bara svo við tökum þetta í. Þetta heitir sjálfsvirðing en ekki annarra virðing, sem mikilvægt fyrir bara líka. Ok. Streitan. Það var aðeins talað um kulnun og kannski að segja þeir leiðinni, ég veit ekki hvort að glærurnar komið rétt út hérna, það eitthvað að færast í texti, en eitt af því allra mikilvægasta sem að vera okkur gagnvart kulnun sjálfsvirðing. Að spurja sig hvað ég stödd, þarf ég að hvíla mig, þarf ég að tala við eitthvað, eins og Berglind kom inn á, þarf ég að biðja hjálp. Það sitja ekki inni með það, segðu það bara, komdu því út, það sjálfsvirðing. Já, þetta eitthvað fært til. 2 af einhverjum 3 geta ekki skilgreint líðan sína. Mér líður svona núna vegna þess að þeir geta ekki nefnt tilfinninguna. Ég líður eins og ég hræddur, eða ég sorgmæddur, eða ég eitthvað. Og þessi náungi Travis Bradbury skrifaði tilfinningagreind 2.0 bók, Emotional Intelligence, og það sem að mér langar að skilja ykkur eftir með þarna þessar staðreyndum að 2 af hverjum 3 geta ekki nefnt líðan sína. Við erum ekki góð í þessu. Þetta gríðarlega mikilvægt að geta sagt, já, hvernig líður mér? Og tekka inn á þessu manneski. Ég veit að Kolibri gerði þetta sem mást að vinna. Og svona tekkin, hvernig líður mér? Hvað að gerast hjá mér? Að geta sagt það, vera bara manneskja. Og bara þessi spurning, af hverju þetta mikilvægt? Að geta sagt, já, ég í sorg. Ef eitthvað lent í ofhugsun eða kvíða, akkurat,
Það er hausinn að reyna að leysa áföll og það getur ekki. Þá endið með 15-20 tilfinningar í belg og biðu og það er ekkert hægt að gera í því. En ef maður segir, heyrðu, þetta er sorg og það er út af þessu, þá getur maður gert eitthvað í því. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur öll sem manneskjur. Hvað gerist ef manni líður ekki vel og maður veit ekki út af hverju það er? Líklega flestir inni lenti því ekki. Hvað gerist ef manni líður bara ekki vel, það er eitthvað á skjön og maður veit ekki hvað það heitir? Fyrsta lagi getur maður ekkert gert í því og þá förum við oftast að gera eitthvað til að láta okkur líða betur. Það er þá sem við förum að borða ís klukkan 2:30 á þriðjudögum. Eða opna bjór á kvöldin. Eða garga á makann. Nei ekki? Við gerum bara eitthvað annað til þess að láta okkur líða betur, þannig að þetta er ógeðslega mikilvægt fyrirbæri. Og til að enda kannski þennan punkt með þetta með líðan, og þetta er bara partur af því að vaxa áfram, að komast út úr því, skiljiði. Ég var að vinna svolítið með, það kom geðlæknir til mín í ljósinu, ég vinn svolítið fyrir ljósið, að aðstoða fólk út í lífið eftir krabbamein. Bæði með markþjálfun og námskeið og allskyns. Og það var geðlæknir sem kom til mér reglulega, inn á námskeið, Snorri Ingimarsson. Hann var krabbameinssérfræðingur, geðlæknir, var bara held ég sá besti sem við áttum. Fór fyrir 2 árum því miður, mjög snögglega, en hann sagði okkur frá því einhvern tímann að honum með liðið illa. Hann hélt hann verið þunglyndur, svo tók hann einhvern tíma og svo fór hann að fá sér að tala við vin sinn, komst að þetta var sorg og hann sagði mér létti mig mikið þetta var sorg, hann nefndi tilfinninguna vegna þess að það er allt annað að eiga við sorg heldur en þetta er allt annað ferli heldur en þunglyndi og þá gat hann bara að gera eitthvað í því en hann þurfti samt einhverja daga heima á sig sagði hann að segja af hverju er svona mikið sorg í mér hann þurfti bara að sitja með sér og svo sagði hann þessa skemmtilega setningu ég komst alltaf inn að því að ég var að syrgja Snorra heilbrigðan hann fekk sem krabbamein sjálfur ég var að syrgja gamla mig maður syrgja hæfni, syrgja hvað ég gat fæ ég sjálfan mig tilbaka, það kemur sorg það er mjög algengt og lendir í þessu greinast með allskyns sjúkdóma að það kemur sorgarferli en ég veit ekki með ykkur en eftir að þá hugsaði þá horfði ég á hann mann og hugsaði ég átti nokkuð samtölu við hann þetta fyrir karlahópana ég segi ef að þessi náungi eitt færasti geðlæknir sem við eigum er ekki góður í að komast að því hvernig hann líður með alla þekkingu hvað okkur hinn það er bara svona loka punkturinn við erum ekki góð í þessu en við getum grætt mjög mikið að því að stoppa eins og teka þessari manneski það er því að það bara breytir svolítið miklu hér er einföld mynd af heila og möndlugurinn amygdalan rauða ef það er kveikt á því, semst virkni í því að þá erum við með svona fight eða flight ef það er kveikt á þessu bláa þá virkum við rosalega vel þá erum við yfirveguð yfirsýn og tökum góðar ákvarðanir og þegar þessi mætir, hafið hitt hennan þá gerist þetta hér að loka sjoppan og ég sé mjög klárt fólk ekki geta dregið 3 frá 143 eða lagt saman 2 + 5 þegar þeir eru í stresskasti og þetta kemur, þú getur fylgst með hjartan á þeim það var breskur læknir sem gerir rannsóknar á þessu og hann sýndi fram á það að ef hjartað er rólegt þá virkar hausinn, þá er framheilablaðið opið bara til að einfalda þetta og þannig og hann kallaði þetta ADHD hafið heyrt það? Þegar við veitum ADHD, andaðu taktfast í hjarta daglega. Þannig að þetta er þjálfun og ef maður bara andar taktfast og róar sér hjartaræðismítíma þá virkar hausinn betur. Það er verið að kenna stjórnendum þetta í Evrópu eða kringum hann til þess að taka betri ákvarðanir í álagi. Lykilatriði ef að hjartaður er rólegt þá virkar hausinn. Og þannig ég segi bara róið okkur hjartað þetta er svona verkfæri, róið okkur hjartað með öndun og þjálfið okkur hugan. Þá funkar maður betur í öllu hinu sem maður gerir. Gríðarlega mikilvægt. Og einhver rannsókn sýndi það að mjög mikið af fólki segist eiga erfitt með að einbeita sér. Þetta var einhver rannsókn sem Google gerði held ég í Evrópu. Og mjög mikið af fólki, 72% finnst erfitt að einbeita sér en 2% gerir eitthvað til að þjálfa sér hugan. Skiljið? Þannig að það er alveg rými til vaxtar. Að hafa áhrif á ástand sitt og ég ætla bara að setja upp einfalda mynd og hversu mikilvægt er það að þetta er svolítið að sér að tala að kunna á þessi manneskju
Hvernig veit maður einhver er neikvæður? Eða einhver er í liðin ykkar eða þessi fyrirtækjanu einhver inni neikvæður. Hvað er sú manneskja að gera? Er það að vinna með einhverjum svona? Er ekki einn í öllum fjölskyldum? Til að einfalda þetta neikvæðni, jákvæðni, þetta getur verið alls konar nöfn yfir erfiðastafinn og jákvæðni er málið bara þegar við erum neikvæð þá virkum við ekki vel og jákvæðni þá virkum við betur. Og það er svolítið okkar að kunna að koma okkur út úr þessu, skiljið? Þannig að það er bara okkar að koma okkur út úr þessu. Og að kunna sjálfans aðra, já, það var eitthvað skólast til þetta textigreina. Kunna sjálfans aðra, þetta er kallað tilfinningagreind og þetta er gríðarlega mikilvægt í öllu sem við gerum. Það er bara eitt að kunna sjálfan sig og geta haft jákvæð áhrif á aðra. Hvernig get ég haft jákvæð áhrif á aðra? Það hefur minnst að verið sýnt fram á það að tilfinningagreind skilar meiri árangur af vinnustöðum heldur en IQ. Skiljið, sérfræðingur eru mikilvægir en bara að vera með það inn í teimum að það dugar ekki til að ná árangri með liðsheildir. Ok, þetta er bara sama myndin að fara að hugsa það sem við viljum í staðinn fyrir það sem við viljum ekki. Og í lokin, ég ætla að segja hérna, er einhver sem tekur síma sinn upp með fljótlega mótnana? Það verið sýnt fram á það, bara örstutt. Já, bara 2 glæður eftir. Að ef maður, þegar við sofum, þá er heilinn okkur svona deltabylgjum, endanar sig, svo þegar við vöknum, þá förum við inn í svona þetabylgjur í smástund. Þetta er svona tími þegar við erum að vakna, gott að gera það í ró. Svo skiptir hann yfir í alfa, þannig að við erum komið fókus fyrir daginn. Rosa gott. Ef við tökum síma fljótlega, bara leið á við vöknum og fyrir að lesa eitthvað, þá ætlustu til að líkaminn og hugurinn vakni eins og skot og við skipum yfir þetta. Og hann fer í svona fight and flight og við náum aldrei þessum fókus, bara að prófa þetta. Við vitum hvað það gerir eiga rólega morgun, aðeins að vakna og fókus er á það sem maður vill. Það er talað mission statement, það er talað sýn, ástæðan fyrir förum fram ára mótnana. Þetta er það sem ég sé allt afreksfólk gera sem kemur til mig sem er að ná miklum árangri, hvort sem er í íþróttum eða einhver sem er að ná þeim árangri sem það vill, að þeir horfa upp og eru spennt fyrir því. Þetta er einfalda þetta. Og ef ég spyr ykkur, Salome, manstu hvað varst að gera síðasta laugardag? Manstu hvað það varst? Já, svo mann fótbolta. Ok, hvað heldur þú að vera að gera næsta sunnudag? Þá horfur hún upp. Hún er leitin í höfu á sér. Fortíðarmyndir eru hér og næsti sunnudagur hér, það er alls konar. Þetta er bara eins og heilin virkar. Afreksfólk horfir beint áfram og upp, það er alltaf að stefna þangað. Skiljið. Og einhver í golfhjörninni? Einhver sem er farið að hóla í höggi? Engin? Fæ. Glæsilegt. Hérna, ég heyrði af konu í Bandaríkjunum, það var viðtalverðin í útvarpinu í hádegisfréttum og svo í sjónvarpinu kvöldið og það var viðtalverðin vegna þess að hún hafði farið, þetta var ekki skráð með, en það voru vitni, hún var búin að fara yfir 80 sinnum hóla í höggi. Sem sagði, þetta er bara fáránlegt. Þetta er algjörlega fáránlegt, það er hægt 3, 2, 7 sinnum, ég held að skráð með sér 30 eitthvað atvinnumanneskja og hún búin að fara yfir 80 sinnum hóla í höggi. Og hún var spurð í viðtalinu, hvað er trixið, hvað hefur þessi manneskja? Og hún svaraði, og það var bara fáránlegt, ég segi ekki segja þetta er bara rugl. Hún sagði sko, alltaf því ég tek upp á söggið, hún var svona 60 ára gömul, sagði þetta var að byrja seint í golfi. Svo alltaf því ég tek upp á söggið, þá miða ég alltaf ofan í hóluna. Og maður hugsaði bara, hvaða rugl er þetta? En hún er að sýna okkur í leiðinni, þeir sem að hún miðar ekki inn á grín. Ég hugsaði bara, hvað gerir ekki allir golfar á það? Nei, þeir miða inn á grín, eins nálægt þeir komast, í áttina flagginu, það miðar enginn alltaf ofan í hóluna sem hún gerir. Já, tilgangur með upphafsökinu er bara miðað þangað, hún bara sló í hvert einasta skipti að vera ekki tré fyrir henni. Skiljið? Og þegar maður hugsa markmiðin, hugsaði alla leið, ekki fara inn á grín. Klára þetta og framtíðarsýnin er í rauninni hvernig lítur þetta út ef þetta text, erum við ekki alveg að vinna eftir því. Þú voru að vita nákvæmlega hvernig þetta er og þetta ná ekki alveg markmiðum en við stefnum á þau
og að vita hvað þið eru, það framtíðarsýnin. Það ástæðan fyrir við stökkum fram á mótnana og svo framvegis. Og ég hef stundum sagt að þessu manneskja sem alltaf vera reyklaus, kom í 75 mínútna markþjálfunartíma, henni tókst þetta, tók mér mjög langan tíma að fá hana til að lýsa fyrir mér, hugsaði það sem hún vilt. Hvernig að vera reyklaus? Af hverju skiptir það máli? Tók mikinn tíma og fá hana til að tengja sem sagt, tilfinningu við sýnina sína. Það gekk ekki fyrir að ég gerði eitthvað rosa æfingar með henni og eitthvað svona. Svo kemur Jón Arnar, hann veit ég segi frá þessu, ferðast mikið með honum með landsliðinu. Hann kemur inn og sest í stólinn hjá mér og ég segi hvað er það að fara að gera á laugardaginn? Við vorum að tala matarboð og hann gerir svona, stelpan var út á suður og leitandi að svörum og vissi ekki alveg hvað hann vildi. En þegar ég spurði Jón hvað er það að fara að gera á laugardaginn klukkan 7, þetta var matarboði, og þá gerði Jón svona. Hann horfði beint upp og sagði ég verið að fagna alveg rosalegt þegar að vera nýbúinn að vinna Grindavík. Hann lýsti alltaf og svo sagði bara ég finn alveg geðveika tilfinningar að fagna. Hann bara notar þetta stanslaust og ég sé þetta hjá stelpunum, frjálsrita, handbolta. Þetta það sem afreksfólk gerir. Þetta tók hann 12 sekúndur. Þetta bara komið. Þannig að toxic goals, bara svo enginn setur sér toxic goal, talað með eitru markmið, einhver sem hefur reynt að komast í formið sem þeir voru í einhvern tímann. Hugurinn vill þetta ekki, það var eins og að horfa tilbaka og segja, heyrðu, við erum okkar að ná þessu og gengur ekki. Það verður að vera spennandi þarna, bara svona til að, og mér elska þessa setningu, ef þú getur ekki séð fyrir þér, það er svo magnað við notum sömu orðin á íslensku yfir að sjá fyrir okkur og vinna fyrir okkur. Skiljiði, ef þú getur ekki séð fyrir þér og getur ekki séð fyrir þér. Þetta er ástæðan fyrir að vision er svona mikilvæg. Það er hæfileikinn til að sjá þetta í rigningunni, eða ekki? Þetta er bara einföld lýsing. Þetta er bara að glæra sem ég setti upp rannsókn sem að gera fólki sem náðu miklum árangri í mjög mismunandi þáttum. Ég veit ekki hvort þið getið fengið glærarnar eða PDF af öllu ef þið vantar þetta. Þekka sjálfsörðu sitt, aldrei í vinnu eða sambandi þess að voru ekki metin, hlustuðu meira heldur þið töluðu og höfðu eitthvað sem gott að vera 110% nakið með þess að tilfinningulega, segðu hvernig þið líður eins og Berglind kom inn á. Bara takk fyrir mig. Frábært. Glærurnar og allir þessir fyrirlestrar verða aðgengilegir á Facebook síðunni hjá Stjórnvísi síðan að loknum viðburði. En þá er það rúsínan í pylsuendanum. Við ætlum að enda þennan skemmtilega fund á erindi Þórhildar Helgadóttur, forstjóra Póstsins. Hún er einmitt einstaklega jákvæð að eðlisfari og hefur það lífsmottó að það sé alltaf gott veður. Bara spurning um það hvernig við klæðum okkur. Þórhildur ætlar að veita okkur innsýn í vegferð fyrirtækisins, þær breytingar sem orðið hafa á starfseminni að undanförnu og áskoranir og áhrif á grósku og vöxt. Þórhildur, vertu velkomin. Takk fyrir. Ótrúlega gaman að sjá hvað eru mörg hérna í dag og hvað ég þekki mörg andlit, þannig að það er betra. Já, hver þekkir ekki Póstinn? Það er spurning. Það getur fyrir mig. Það er náttúrulega saga Póstsins er ekkert lítil og ekkert ung. Hún byrjaði í rauninni í kringu 1700 og póstsamskiptin á Íslandi hófust 1774. Þannig að sagan er gömul. Fyrsta póstreglugerðin leit dagsins ljós 1776 og þar var það í rauninni sagt að póstþjónusta skyldi ekki íþyngja konunglegum sjóðum. Og það er bara ennþá svoleiðis í dag. Það er bara neytendur að borga fyrir póstþjónustuna. En Íslandspóstur var stofnað 1998 og var þá í rauninni færð úr því formi að vera stofnun í að vera fyrirtæki. Og það var bara óbreytt krafa að pósturinn skuli standa undir sér. Og það er bara þannig. Við erum fyrirtæki út allt land og við notum alls konar aðferðir við að dreifa pósti. Við erum með hjól, við erum með bíla, við erum með postbox, við erum með pakkaport, við erum með stóra flutningabíla, við förum út í land á hverjum einasta degi, förum hringinn kringum landi á hverjum einasta degi og við sjáum með fyrsta spölinn, flutningana, við erum með vinnslu og flokkun í Reykjavík og á Akureyri og reyndar á nokkrum stöðum á landsbyggðinni. Við sjáum með síðasta spölinn
í afhendingu og dreifingu. Þannig að það er nóg að gera í póstinum. Og við erum með tengingar við allan heim. Þannig að við erum partur af ristóru póstkerfi, þannig að við erum með tengingar við allan heim. En af hverju breytingar? 2018-19 þá stóðum við frammi fyrir mjög miklu rekstrarvandi af félaginu. Bréfin hafa verið fallandi, bara alveg frá 2000. Ríkið greiddi ekki fyrir þjónustuna, sem er aðeins breyting í dag. Skuldastaða félagsins var mjög íþyngjandi. Við áttum ekki fyrir launum, það er bara þannig. Og bankinn lokaði á frekari lántökur í póstum. Þannig við vorum eiginlega nánast gjaldþrota. Það voru alls konar hraðandir sem Pósturinn tókst á við á þessum árum og eru í rauninni ennþá. Við stöndum fram fyrir því að magni okkar er að breytast, bréfunum er að fækka, en sem betur fer erum við með pakkanar sem fjölgar. Við erum með þarfir neytandans, það er að breytast bara hverju mesta degi. Það er meiri krafa skilvirkni og sjálfsafgreiðslu og reksturinn er competitive. Það er sjálfbærni, sameining dreifikerfa og svo er auðvitað þessi hérna staða sem er náttúrulega mjög áhugaverð. Sjáum blá línuna sem eru bréfin, svona er staðan og pakkarnir eru svona örlítir á leiðinu upp. En þetta er óneitanlega bil sem þarf að brúa. Og við stöndum náttúrulega fram fyrir því að við erum eina fyrirtækið á Íslandi sem förum heim til allra bara oft í viku. Þetta er umhverfið sem við búum í. Þetta er bara algjörlega sturlað og þetta er það sem við búum í öll. Frá 2018 hefur lægsti launataxti hækkað 276.000 í 400.000 krónur. 45% hækkun og 70% af okkar tekjum eru laun. Við getum aðeins leikið okkur með þetta og tekið styttingu vinnuvikunar og kannski lífeyrissjóðsgreiðslurnar með, þá hafa laun hækkað 60% síðan 2018. Þetta er ekkert smátteri. Eldsneytiskostnaðir fóru upp 37% fyrstu 6 mánuðina á þessu ári og við keyrum 5,5 milljónir kílómetra á ári og þar erum við með mann og bíl. Þannig að þetta er ekkert smátteri. Þannig að það er ábyrgð hluti að gera ekki neitt. Við erum að hækka launa, við erum með tekjustreymir sem er ótryggara og stöðugt að breytast. Þannig að við þurftum aðeins að kafa á henni reksturinn og gera breytingar. Við höfum fækkað stöðugildum hjá Póstinum síðan 2018 úr 850 í 566 og við erum svona kannski 510 í dag. Tekjuþróun er niður við. Við erum 2018 vorum með 8,7 milljarðar tekjur, í dag erum við 7,4 eða síðasta ári vorum við 7,4 og vonandi náum við rétt yfir 7 milljarðar þess ári. Við erum náttúrulega auðvitað mjög upptekin af kynjaskiptingunni á hún síðast sikri jöfn og svo er starfsstöðarnar okkar að breytast. Við höfum farið úr að vera með starfsstöðar út um allt land 59-55, það ættir að breytast enn meira. Við erum með fjárfyrstu póstbóksum, við fórum úr 8 í 47 2021, sjáum fram á 69 póstbóks á næstu mánuðum, þannig við sjáum fram á kannski í lok næsta árs verðum við komið með 150 póstbóks um allt land. Það sem að okkar viðskiptavinir getur bæði sótt og sent sendingar. Þannig að þetta er svona það sem við stöndum fram fyrir. Þannig að við erum annars vegar, ef við hugsaum myndir eins og vorum með áðan, annars vegar í atvinnugrein sem er bara að hverfa og hins vegar í pökkum sem er að aukast. Þannig að það er alls konar púsl sem þarf að raða saman. Við erum með að sjálfsögðu mannauðinn, við erum með upplifun viðskiptavinarins, við erum með utanaðkomandi þætti, eins og aðeins var rétt áðan, bara regluverk og lög og pólitík og annað, og svo erum við náttúrulega með reksturinn. Og hvernig gerum við það? Við settum okkur 2019 að þá settum við okkur bara rosalega einfalda mælikvarða. Hver hefur keyrt bíl án þess að vera með hraðamæli eða bensínmæli? Hvert vitum við hvað við komumst langt ef við sjáum ekki hvað við hefum mikið bensín eða hvað við fyrir hratt? Þannig að einhver snillingur tók mælaborð á bíl og ákvað að það væri 4 mælar sem þú þyrftir til þess að geta keyrt bíl. Og við fórum bara, hvað þurfum við til þess að geta ná árangri í rekstri Póstsins? Við vorum 2019 rekin með 600 milljóna króna tapi. Við hugsaum, við þurfum að horfa á þetta launahlutfall. Við þurfum að horfa á þessa rekstra mælikvarða sem að skipta okkur náttúrulega máli hvort að vega fyrir launum. Við settum okkur markmið bara mjög einfalt, jákvæði EBITDA í hverjum einasta mánuði og það er mjög challenging um póstrekstri. Og jákvæða niðurstöðutölu. Hún þarf ekki að vera há, hún þarf bara að vera jákvæð. Svo auðvitað þurftum við að fara aðeins að skoða lánastrúktúr fyrirtækisins. Við skuldum 3 milljarða 2019, við skuldum rétt það bil 600 milljónir í dag. Þannig að þetta er náttúrulega ótrúlegur árangur.
Þannig að við tókum í rauninni á hverjum einasta mánuði, fyrsta vikumánar þá skoðum við tekjurnar og launin. Þetta var ekkert flóknara það. Og líka að sjálfsögðu hvernig leið mannauðinum okkar. Í svona breytingafasa að þá skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að halda mjög vel utan alla starfsmenn. Við grindum tækifæri í rauninni breytinga í öllum þessum mælingum og við þurftum að umbreyta rekstri fyrirtækisins þannig að við kaupum klukkutíma fólki. Ekki, við erum með færri fastvinnustarfsmenn og meira tímavinnu fólki. Og þetta samlagast bara ágætlega okkar rekstri og það eru margir sem vilja vinna stubbavaktir. Það er ekkert allir sem vilja vinna allan daginn alltaf. Þannig að þetta var bara win-win fyrir okkur. Þannig í ágúst 2019 vorum við með 674 starfsmenn á mánaðarlaunum og 56 í tímavinnu. Í ágúst 2022 vorum við með 436 starfsmenn og 96 á tímavinnu. Og þetta er svona aðeins win-win. Þannig að þessi skipti máli er að mæla það sem að, við mælum í rauninni það sem skipti máli í okkar ákvörðunartöku. Þannig að það sem við leggjum upp með, við tökum ákvörðunum, við metum, erum við búin að ná árangri. Markmiðið er í rauninni í fyrirtækinu heild að allir séu mældir með sínum mælum, hver einasti starfsmaður. Við greinum tækifærin í því að gera betur, við mælum og með mælunum þá getum við hrósað fólkinu. Við getum hugsað líka sjálf á hverjum einasta degi, hvað get ég gert, rosalega gerði ég vel í dag, ef maður sér mælana. Það er eins og að keyra bílinn. Og við sjáum því í flugstjórnarklefanum, auðvitað erum við með rosalega marga mæla. Við erum ekki bara með þessa 4. Það eru allir með mæla og sumir mælarnir eru svona til hliðar og við erum ekki alltaf að horfa á þá, en mælarnir sem skipta mestu máli eru fyrir framan okkur. Við erum alltaf með upplifun viðskiptavina og ef við ætlum að meta þarfir þeirra þá þurfum við alltaf að hlusta á það og við þurfum að vita hvert þeir stefna og hvað þeir eru staddir á hverjum einasta tíma. Við þurfum að meta líðan þeirra, við þurfum að meta þarfir þeirra og hvernig þeir eru að þróast á markaðnum. Og það er eitt af því sem við höfum verið að gera meira af núna undanfarna mánuði, það er að mæla þetta og gera aðgerðaplan, hvernig ætlum við að mæta þeirra þörfum betur. Við erum að vinna í að miðla til þeirra viðeigandi upplýsingum á réttu tíma og það er auðvitað það sem skiptir öllu máli, það er þessi upplýsingagjöf. En hún skiptir líka máli inn í fyrirtækinu hjá okkur. Við þurfum að styðja við starfsfólkið okkar til að vera sterkir leiðtogar og það á ekki bara við mig eða stjórnendur, það á við alla starfsmenn og ekki síst starfsmenn sem að mæta viðskiptavinum á hverjum einasta degi. Við hvetjum starfsfólkið okkar til þess að taka þátt í og skapa og innleiða framtíðarsýnina. Og það er svo skemmtileg að við fórum hérna á ferð, ég fór hringir í kringum landi í fyrra og við vorum á Akureyri og við vorum með 2 pósthús þar og við erum með alla starfsmenn fyrir fram okkur sem eru fyrir norðan og einn starfsmenn réttur upp hönd og segir, heyrðu, Akureyri erum með 2 pósthús inn á Akureyri, Akureyri ekki bara með, það kemur aldrei neitt inn. Og þá var bara tekin ákvörðun það að þetta var 11. mars og í júní var pósthúsinu lokað. Þetta er bara dæmi svona aðgerðir að hlusta starfsfólkið út af að þau koma yfirleitt með frábæra hugmyndir. En við vinnum öll að sama markmiðunum og við settum upp gleraugu 2019 og settum við upp bara mjög einföld gleraugu. Við þurfum að vera með hagkvæmari rekstur og við þurfum að bæta þjónustuna. Þetta má ekki vera flókið, þetta verður að vera einfalt. Þannig að uppleggi í rauninni að markaðsneið verður kjarnamenning póstsins og við ætlum að elska viðskiptavinina og líka starfsmennina. Og við ákváðum aðeins að teikna upp mannustefnu póstsins aðeins öðruvísi heldur en kannski hefði verið gert. Við þurfum að klárlega hafa rétta fólkið og það er ekkert auðvelt að vera eftir þegar 300 samstarfsfélaga þínir hafa horfið á braut. Það er fullt af verkefni sem hugsanlega glóbrast niður. Það er alls konar verkefni að halda vel utan starfsfólki á svona tímum er erfitt. Þess vegna þurfum við að efla og hvetja alla starfsmenn hjá okkur og við þurfum að skapa veljan á vinnustaðnum og það er það sem skiptir öllu máli. Og við þurfum að vera með þessa stöðuga starfsþróun. Auðvitað stöðuga starfsþróun er alltaf svona dálítið umdeild út að halda allir starfsþróun þýði að allir ætla að vera forstjórar en auðvitað er það ekki þannig. Bara við stöðu starfsþróun þannig að ég geti unni starfið mitt vel. En það þarf líka að vera fyrirtækjamenning í póstunum sem er í lagi. Og menning er auðvitað, kannski þetta er erfitt að setja á blað og segja menningin á að vera svona. Menningin er það sem maður nýtur þegar maður lappar inn í fyrirtækin. Þannig að við viljum að fólki okkar taki
frumkvæði hafi ábyrgð til þess að umboða til athafna, þannig að geti tekið ákvörðun sem varðar þeirra störf. Þau þurfa að hvetja hvort annað og þarf að vera gaman, finnst mér. Þannig að í upphaf árs 2021 að þá ákvaðum við að innleiða, 2020 þá ákvaðum við að innleiða mannauðsmælingar í hverjum einasta mánuði. Og það sem skiptir máli í mannauðsmælingunum að fara yfir það með öllu starfsfólkinu í hverjum einasta mánuði, hvernig kemur mannauðsmælingin út núna. Þetta er tækifæri til þess að stjórnanda til að opna umræðina í að gera betur í dag heldur en við gerðum í gær. Og það, ef maður segir, ok, ef við gerum þetta hverju mánuði, ef við gerum þetta einu svona ári, við gerum upp fyrirtækið hverjum einasta mánuði. Ef við sleppa að gera upp fyrirtækið, alveg eins og sleppa því að mæla mannauðinn. Mannauðinn skiptir okkur öllu máli. Ef mannauðinn líður vel, þá eru miklu meiri líkur á því að við stöndum okkur betur gagnvart okkar viðskiptavinum. Við skoðum líka veikindin með hliðsjón af mannauðsmælingum. Við erum auðvitað að greinum launin og greinum allar þessar fjárhagslegar stærðir, við greinum veikindin og við horfum á staðina og ef það eru mikil veikindi og mannauðsmælingarnir koma ekkert nægilega vel út, að þá þurfum við að þjálfa hugsanlega stjórnendur betur. Við þurfum að fara inn í vinnustæðin og hugsa, ok, það er greinilega einhver bjöfu menning eða við þurfum að taka á þessum málum. Þannig að við erum í raun að nýtum mannauðsmælingarnar líka til þess að skoða þessa þætti og greina tækifærin að gera betur. Það þarf nefnilega að vera þetta jafnvægi vinnustæðum og þetta er mjög áhugaverður fyrirlestur sem að vera í dag. Þetta talar allt það að mann þarf að líða vel á hverjum einasta degi í vinnunni. Það þarf að vera gaman. Maður þarf að vakna og langa að fara í vinnuna. Og það er það sem skiptir svo miklu máli. Og menningin er ekki sköpuð á póstunum. Menningin er sköpuð á starfsfólkinu sem vinnur í póstunum. Hvað get ég gert? Þannig að við fórum líka í stjórnunarþjálfun sem að einkenndist í raun að valdablandi leiðtogaþjálfun sem verkefni sem við erum að halda áfram með. Að vera leiðtogi í einu lífi og það er það sem skiptir rosalega miklu máli í öllu samhenginu. Bera virðingu fyrir hvort öðru og fyrir starfsfólkinu. Og áhugaverður fyrirlesturinn áðan sjálfsvirðinguna. Þetta eru ræturnar okkar. Það sem skiptir líka rosalega miklu máli eins og í fyrirtækis og póstinum var upplýsingastreymi til allra starfsmanna. Við erum starfsmenn út allt land og það skiptir máli að allir viti hvert við erum að stefna. Allir viti hvar við erum stödd. Maður hleypur ekki maraþon og ekki með neitt plan. Ég ætla að hlaupa maraþon í febrúar. Svo gerist ekkert. Þú þarft að hafa plan og þú þarft að upplýsa og þú þarft að sækja hjálp. En þannig að við stórjökum upplýsingastreymi til allra starfsmanna og erum með í rauninu auðvitað að sjálfsögðu stjórnarfundi mánaðarlega, en alltaf 2 dögum eftir stjórnarfundin erum við með stjórnarfundi þar sem við förum yfir málefnin sem við ræddum á stjórnarfundi. Það er engin leyndarmál og þetta er bara til þess að efla upplýsingagjöf til stjórnenda. Þannig að þau viti, já, heyrðu, þetta gengur svona, hvað er að gera næst? Hvað get ég gert til þess að bæta allt sem þarf að gera og svo er þetta svona bara hvernig vikurnar skiptast niður. Það eru allir með markmið og ef maður tekur dæmi svona markmið, bara eins og í bókhaldi og það er auðvelt kannski. Við ætlum að gera upp og við ætlum að vera uppgjör tilbúið 15. hvers mánaðar. Það þurfa allir í fyrirtækinu að vera með markmið það hvernig ætlum við að geta gert upp. Það þarf að bóka alla reikningana, við ætlum ekki að borga þeirna dráttarvexti og svo framvegis. Þannig að það er í rauninni auðvelt að gera svona markmið. Þannig að raunverulega er mjög mikilvægt að allir starfsmenn séu með bæði persónuleg markmið og setja sér markmið og mörk og vinnutengd markmið á hverjum einasta degi. Svo erum við náttúrulega með nokkra utanaðkomandi þætti og ég meina við erum með til dæmis fjölmiðla sem finnst ekkert leiðilegt að tala póstinn, bara daginn út og daginn inn ef því er að skipta. Við erum náttúrulega með alþjónustu byrðina í okkar höndum. Við sjáum að veita þessa póstþjónustu fyrir hönd ríkisins og fyrir hönd landsmanna. Við erum með pólitík og eftirlitsaðila og samkeppni sem er náttúrulega bara frábær fyrir okkur. Það verður algjörlega að hjálpa okkur að halda fókus í samkeppni, en við fögnum henni. Og ef við hugsum bara hvernig við sjáum þetta til framtíð og áfram upp í póstinum, ég meina þó við hafið horft á myndin áðan fallandi að þá erum við samt sprotafyrirtæki á pakkamarkaði og framtíðarsýnin okkar er að mæta viðskiptunum þar sem að hann er staddur hverju sinni og við höfum alltaf gert það í gegnum tíðina, raunverulega.
Við tengjum saman fólk, fyrirtæki og samfélag og þetta það sem pósturinn er gert frá Öruvalda, bara frá 1776. Við vinnum samkvæmt okkar gildum, traust, vilja og framsækni. Við erum með fyrirtækjumenningu þar sem við treystum hvort öðru, við gerum okkar besta og við horfum fram á veginn, bara eins og afreksíþróttafólk gerir, eins og við vitum öll. Og þetta skapar þá ánægju viðskiptavina, þétta liðsheild í fyrirtækinu og vöxt fyrirtækisins til framtíðar, þó svo við séum svona aðeins að berast í bökkum á öðrum mörkum. Og bara svona til þess að loka þessu að ég fór í jarðarför daginn og presturinn segir tíminn virðist standa í stað en er í reynd á fleygi ferð. Mér fannst þetta bara svo áhugaverð setning að það er bara stand. Að tíminn, hann virðist standa í stað, við horfum hérna út, það virðist allt vera still en hann er í reynd á fleygi ferð. Takk fyrir. Ágætu fundagestir, takk ykkur fyrir góða áheyrn. Það hefur verið virkilega ánægjulegt að vera hérna með ykkur í morgun. Fyrir hönd stjórnvísi þá vil ég jafnframt þakka öllum þeim sem tóku þátt í dagskránni, bakhjörlum og öðrum velunnurum og ég vona að þið frábæra dag. Takk fyrir mig.